Já, góðan daginn. Býð ykkur velkomin á Frelsi TV og Frelsi Radio fyrir þá sem á Spreaker að hlusta bara á hljóðið. Ég ætla að pröfa hérna nýtt format, svona spjall dagsins eða pælingar dagsins, spurning hvað við köllum það. Og þá ætla ég nú bara að reyna svona að fara yfir fréttir dagsins af íslenskum og erlendum fjölmiðlum. Og ef ég byrja hérna á staðista málana, þá það náttúrulega þessi leyniþjónustu starfsemi og huldu starfsemi öll í kringum ríkislögreglustjóran. Ég hef sagt ykkur frá því áður að hérna það verið að byggja upp lögreglustjóraembættið eins og her. Það verið að breyta lögregluembættinu og að byggja upp hernaðarstrúktúr. Og íslenska utanríkisráðuneytið hefur jafnframt gert sekt að styðja stríð og pyntingasveitir og við vitum að Davíð Oddsson og Halldór Ásgrímsson þeir kvittuðu bara prívat og persónulega upp á Íraksstríðið sem var ólöglegt og flokkað sem stríðsglæpur í dag, sem hlýtur eiginlega þýða að þeir tveir kumpánar eiga í raun bara heima í fangelsi. Þeir eiga ekkert lengur heima í frjálsir meðal annarra borgara landsins. Þeir eru í raun glæpamenn og í raun á ekkert að vera að koma fram við á öðruvísi heldur en hreina glæpamenn. Og hérna eins og ég hef sagt áður þá er verið að byggja upp á Íslandi eins og alls staðar annars staðar í heiminum, þá er verið að byggja upp lögregluríki. Og uppbygging á lögregluríki þessi öfl sem ég hef talað áður, elitumafían, Rothschild-mafían og þetta lið, það í raun með ákveðna heimsýn eins og kemur fram í Hunger Game, hungurleikarnir. Og það svo framtíðarsýn sem elitumafían hefur fyrir okkur. Og og það ekki flott framtíðarsýn. Því eins og þið sjáið í þessum bíómyndum, þá elitumafían, þessast ríka fólkið, það býr í afgirtum borgum við mikinn luxus og orgíu stíl bara. Og síðan mjög sterkur lögregla og her rennur saman í eitt og síðan bara allir hinir mjög fátækir. Og þessna svo barnalegt fyrir fólk sem að hugsa þetta bara svona óreiðu fólk sem á einhverjum erfiðleikum með ná endum saman og svona. Þetta hefur ekkert að gera með mig, þetta kemur mér ekkert við af því að ég ennþá með vinnu og hef það ennþá svona þokkalegt. En það á eftir að versna fyrir alla, nema náttúrulega þessu örfáu sem fá að vera fangaverðinir, þeir sem fá að vera í elitumafíun áfram, að þeir munu hugsanlega hafa örlítið betra heldur en allir hinir. En það þýðir náttúrulega þá býr fólk í ógeðslegu þjóðfélagi. Og eins og stundum sagt að það engin keðja sterkar en veikasti hlekkurinn. Sama má segja þjóðfélag, það ekkert þjóðfélag sterkara heldur en veikasti einstaklingurinn í þjóðfélaginu. En þá vil ég líka alveg geta þess að almenningur þarf nú aðeins að fara að taka meira ábyrgð á sjálfum sér og vakna meira til lífsins. Og fólk getur ekki verið svona gjörsamlega sofandi á einhverjum bótum og verið bara dópistar hjá þessum öflum.
þannig að það þurfa náttúrulega báðir aðilar í þessu máli að taka ábyrgð. En hérna ef ég sýni ykkur eina mynd, þá hérna ef ég fer aftur inn á þessi lögreglumál, þá er hérna mynd af þegar að það hrapaði flugvél í Mexíkó og 25. apríl 2012. Hérna segir þetta 400 tonna kókaíni, þeir hafa ruglast á kommu, það voru reynda 3,7 tonn sem að fundust, þið sjáu hérna allar pókana, og þetta var í CIA flugvél sem að er þetta sem að kallast fangaflugvélarnar. Og ég hef haldið því fram áður að íslenska lögreglan sé eitt stærsti innflytjandi eiturlyfja á Íslandi. Og ef við horfum á á myndina á bakvið vininn hérna, þá sjáum við að einn af samstarfsaðilunum er CIA og NSA náttúrulega. Og ég hef oft sagt það áður, en mér er alltaf fundið svo grunnsalegt þegar CIA er að koma til Íslands og þjálfa með íslenskum lögreglumönnum, og náttúrulega sérstaklega í ljósi þess hvað byrjum nú við, og sérstaklega í samhengi við það líka að bandaríski herinn og breski herinn, að þeir sem að halda mest utan kókaínræktun í Afganistan. Sko margir halda að við höfum farið inn til Afganistan til þess að stöðva þessi glæpa samtök talibana, þessi vondu samtök sem að kallast talibanar. En hins vegar ef við horfum bara á ákveðnar einfaldar staðreyndir, þá sjáum við línuritt yfir, súluritt yfir framleiðsla á kókaíni í Afganistan, og þið sjáum að þetta eru tonnin væntanlega. Þið sjáum að það eru aukist frá 2001 eftir 9/11 þegar allt var brjálað. Þá sjáum við að það er bara bein lína upp í framleiðsluaukningu, og 2010 og 2011 og 12 og 13 hefur aftur orðið aukning. En sjáu þið undir 2001, það sem er bara næstu öll framleiðsla á þessum ópíumplöntum dettur næstu niður. Þetta er eina árið í raun það sem talibanar voru við stjórn. Þannig að talibanar eru af heilindum að berjast gegn eiturlyfjum í heiminum. Þeir vilja ekki vera þátttakendur í því að flytja út eiturlyf. Þannig þið sjáið bara ef þið að fá fréttir frá íslenskum fjölmiðlum, að þá vitið þið nánast ekkert hvað er að gerast, af því fjölmiðlan eru svo uppfyllir af lygum að það er nánast ekkert sannleikskott sem að skríður hann í gegn. Og annar sný mér aftur að húsnæðismálunum, húsnæðisskuldunum. Já, það sem ég vildi klára með hennar lögregluvinkil er að það er mafía sem stjórnar Íslandi. Og ég nú með mynd af þessari mafíu sem að hefur verið mjög reynst Íslandi og Íslendingum mjög illa, og þetta eru aðal mafíósanir. Þá getið þið séð hér Eimreiðarhópurinn, og takið eftir þessum mönnum hvernig þeir hafa raðað sér niður í þjóðfélagið og breytt því í klíkukapitalista þjóðfélag, og í raun alveg skelfilegt þjóðfélag. Og ég vil halda þið fram að þessi hópur, þetta er sko klíkukapitalisti, er fínt orð yfir fasisma. Og þetta lið er að innleiða fasisma á Íslandi, og það er ekki þetta að kalla þetta neitt annað en fasisma.
Og ég vil benda hérna á eina tengingu sem ég hef stundum bent á áður. Það er þetta frami þessa furðu manns sem á þess engaþútu hérna, og hvernig hann hefur bara vaðið íslenskt þjóðfélag og bara eignast öll bestu fyrirtæki landsins á eitthvað svona silfurfati, eins og Landsbanki Íslands sem var ríkisfyrirtæki og gefið bara í burtu. Og ég vil benda ykkur á hérna merkið á stélinu hjá honum, og svo vil ég benda ykkur á annað merki sem að þið vitið náttúrulega hvað þetta er. Þetta er nýfasistar eða fasistamerki. Og og þið sjáið að þetta er í raun sama dæmið. Þannig að það virðist vera bara hostile takeover á Íslandi í gegnum fjárhagslega hliðina og í gegnum stjórnmálin. Þetta sem er að gerast í Íslandi er engin geimvísindi. Þetta er ekkert, þú þarft ekkert að vera geimvísindamaður til þess að átta á því hvað er að gerast. Og þið getur bara farið á Wikipedia og leitað að eins og krónikapitalismi heitir það. Og þar er farið bara nákvæmlega yfir hvernig þetta er framkvæmt. Krónikapitalismi er bara einfaldlega skilgreint fyrirbæri. Það þarf ekkert að vera að velta sér upp úr því hvað krónikapitalisti er. Hérna sjáið þið hvað það er í raun. Það þýðir að viðskipti eru algjörlega háð því að þú þekkir einhvern pólitíkus og svona greiðaismi og dreifing á leifum og styrkjum frá ríkinu. Við sjáum að það fara 100 milljóna í einhverja furðulega styrki til stjórnmála glæpasamtakana, sérstakir skattaafslættir og svo framvegis. Og er farið aðeins yfir það hvernig þetta er framkvæmt. Og þetta er alveg skelfilegur sjúkdómur á þjóðfélagi. Þetta er eitt af því versta sem getur komið fyrir þjóðfélag, og fólk virðist alltaf meira og meira að finna sig, þetta er eins og með hagsmunasamtök heimilanna, þau frábæru samtök. Og þá kem ég aftur aðeins inn á skuldirnar hérna hjá vini mínum. Egill Ólason er operator. Hann er ekki að vinna fyrir almenning í landinu, hann er að vinna fyrir stjórnvöld í landinu. Og hvernig stendur á því að maður sem er með 1 milljón á mánuði þarf að fara í ykkur 110% leið? Hvað er í gangi, skiljið? Þannig að hann er að leika svona fátakling til þess að falla inn í hópinn. En hann hefur alla tíð varið þessa uppbyggingu sem er í gangi núna. Hann hefur, þegar hann var með Silfur Egils, vann hann kerfisbundi gegn, til dæmis að við í hagsmunasamtökum heimilanna kæmum okkar málstaði á framfæri. Hann reyndi að gera það svolítið fínt, hann oft þegar að umræðu bylgjan var búin í þjóðfélaginu, þá bauð hann einhverju fólki í heimsókn frá hagsmunasamtökum heimilanum, en aldrei á meðan að fólk var svona að mynda sér skoðanir. Þannig að þetta var mjög flott gert hjá honum, og ég efast að margir hafi átt að sjá því að hann var í raun að gera þetta, og þannig að þegar hagsmunasamtökum heimilanna allir er að fara til dómara
til þess að reyna að fá eitthvað réttlæti fyrir lánþega landsins, þá það eins og að fara frá Pontíusi til Pílatusar, og við veitum allir að það sami maðurinn. Og þannig að það svona svipuð aðgerð. Þannig að það næst ekkert réttlæti frá mafíunni. Og ég hef oft líkt þessu líka við götugengi. Þetta eins og þið vitið hvernig götugengin eru. Þau taka eitthvað götu, eitthvað svæði sem að þeir yfirtaka, og síðan var það að taka skatta, vendartolla kallað það. Og síðan kemur kannski annað götugengi og vill fara inn á sama svæði, og þá byrjar þetta eins og við sjáum oft á Íslandi, þessi átök sem þið sjáuð í sjónvarpinu, þegar fjölmiðlarnir byrja að útvarpa frá þessum átökum, að þá þetta eitthvað svona pólitísk þvaður það sem skiptir engu máli fyrir almenning. Þetta bara þvaður það hvaða götuhorn, hvaða glæpaglíka má hafa. Af því að þið sjáuð að það gengur ekki hnífsblæðið á milli svokallaða hægri og vinstri stjórna að byggja upp þjóðfélagi eins og þið sjáuð í Hunger Game. Það sem bara rík elita fólk sem á allt, og þið sjáuð bara í dag á Íslandi, það eru einhverju forstjórar konum með 15 milljónir á mánuði, og allir forstjórar að rjúka upp í launum, og það verið að bjóða launþegum upp á kannski einhverja 2,5% launahækkun. Kannski sko. Og þá verður allt brjálað. Seðlabankastjóri fyrir að blanda sér inn í þá pólitík. Og almenningur sem kannski alveg skiljanlegt, almenningur bara alveg lamaður, og það hluti af þessari stúdíu í hvernig þessi kerfi eru innleitt, að þetta eru ákveðin vísindagrein, og almenningi á kerfisbundin hátt brotið niður, og þið sjáðu að skólanir bara fangaþjálfun. Ungi krakkar frá 5-6 ára aldri neitt til þess að sita í einhverjum kössum að daginn út og daginn inn, og að læra að beygja sig undir yfirvald, og algjörlega lokað á að þau myndi sér nokkur að sjálfstæðar skoðanir eða kunna búa til hópa, eða bara hreinlega átta sig á því hvað gerast í heiminum, og það alveg kerfisbundið sko. Og það stundur sagt með til dæmis hunda, það þekkt tilraun ef þú situr hunda í girðingu og ná einhverja plötu eða einhvern fermeter þar sem að þú getur gefið hundinu rafmagnsstuð, þá byrjar að gefa hún rafmagnsstuð, og fyrst hoppar hann alveg upp og reynir að hlaupa út, en hann kemst náttúrulega að því að það girðing, og síðan hleypur stuðuna aftur og aftur og aftur á hundin, og það enda með hundurinn leggst bara niður. Hann gefst upp. Hann veit að það breytir ekkert hvað hann gerir, hann mun alltaf fá rafmagnsstuð í loppuna sínar. Þannig að hann leggst bara niður og gefst upp, og það það sem heitir lært hjálparleysi, learn helplessness. Honum kennt að hann getur ekkert bjargað sér. Og síðan þegar þetta búið að ganga á í einhvern ákveðin tíma, þá getur þú tekið girðingarnar í burtu, og hundurinn mun halda áfram að liggja bara þótt og hleypir rafmagnin á. Hann algjörlega orðinn lamaður. Og þið sjáu bara, ef þið horfið á fólk eða þið bara talið við fólk á vinnustöðunum ykkar eða hvað sem fólk alveg lamað. Það verið að bera það og fjölskylduna þeirra út kannski af heimilið þeirra, út á glæpsamlegum lánum, okurlánastarfsemi. Það kannski einhver í fjölskyldinu sem verður að bera út á götuna, eða bara einhver í bænum, eins og ég sagði áðan, að veikast eins og með keðju, styrkur keðjunar mælist á veikasta hlekkanar. Sama með þjóðfélag, að styrkur þjóðfélag mælist á veikasta
veikasta einstaklingnum í þjóðfélaginu. Og kannski ég sýni ykkur eina mynd í viðbót sem að ég held að hann heiti Wislöw ég man ekki, ég þarf að fletta því upp. Þetta er þríhyrningur og ég þarf einfaldlega að finna nafnið á honum, ég geri það kannski næst. En þetta er einfaldlega skýrgreindur þríhyrningur, það sem búið er að skýrgreina þarfir mannsins. Þetta er það sem kallast þarfa píramídi. Og ég gerði þennan píramída þegar ég var heima á Íslandi 2009-10, borgarstjórarkosningunum þá. Og er talað þrepin og þið sjáðu að númer 1 til neðan frá upp. Númer 1 er svona líkamlegar þarfir eins og súrefni, vatn, matur og hvíld. Og ein aðferðin við að halda fólki niðri, ein aðferðin við það er að það sé fast í píramída, eða númer 1 í píramídanum. Það er ein aðferð til að hleypa rafmagnsstuði á fólk. Og þegar fólk er búið að reyna að fá leiðrétting á lánunum sínum, það er búið að bíða og bíða eftir stjórnvöldum, veita þessum vitlýsingum og hinum vitlýsingum traust sitt til þess að stoppa þessa glæpastarfsemi sem er krónikapitalismi og ég hef sýnt fram á áður. Lögreglan er verið að breyta í her og lögreglan er núna orðin eitthvað svona fíni kallar með valdstjórnin og fann að berja á fólki hægri vinstri og alls konar ógeð að koma upp hjá lögreglunni og fleiri manns er að landa á götunni, húsaleigan er keyrð upp úr öllu valdi þótt að ríkið í gegnum íbúðalánasjóð og í gegnum Seðlabankann eigi sko þúsundir ef ekki 20.000 íbúða, þá er því öllu haldið af markanum og þetta er allt saman planað og kerfisbundið og það er áætlun í gangi með þetta, það er ekkert af þessu tilviljanir. Það eru skipulög glæpastarfsemi sem að eiga og reka Ísland. Og eina vopni sem Íslendingar hafa er að brjóta sig út úr þessu. Og eitt sem við sjáum, og ég hef fjallað það áður, og það er í sambandi við kosningarnar. Fólk fer aftur og aftur á kjörstað og kýs og það er alltaf sömu glæpaklíkunar sem vinna kosningarnar. Og ég hef bent á það áður að kosningarnar eru falsaðar. Það þarf enginn að efast það. Og sjáu þið bara til dæmis eitt rafstuð sem fólk er gefið leið og til dæmis ég tel að kosningar eigi ekki að vera leynilegar. Þetta er bara eins og ef ég er með fyrirtæki og segi já, ég ætla að hafa bara bókhaldið mitt leynilegt og svo segi ég bara yfirvöldum hvað ég á að borga í skatt en allt sem ég ætla að gera er leynilegt. Sko glæpaskatta yfirvöldum myndi segja bara nei, þú verður að sýna okkur allt sem þú ert að gera. En þegar kemur á kosningum þá segja þess að sömu glæpaklíkum nei, það verður að vera leynanlega kosningar, ég vil ekki neitt viti hvað ég er að kjósa og bla 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 bla. Þetta er bara rugl. Við erum að veita umboð, mjög alvarlegt umboð til stjórnvalda og við verðum bara að geta farið yfir lista eftir á. Það er sagt að það er skylda að geyma bókhaldsgögn í 7 ár. Ég segi það sama kosningagögn. Þá að geyma þetta minnst í 7 ár, vitið að þetta er allt sem er brent korter eftir kosningar. Allt bara brent, þannig að ekki að sanna neitt eftir á. Og vitið það að ef eitthvað er ósáttur við kosningar eða telur eitthvað hafi illa farið, þá er það Alþingi sjálft sem að dæmir og sker úr hvort að það sé hæft. Þannig að það verða að vera opinbera kosningar. Það sem að fólk getur farið bara með stolt og sagt já ég kaus Axel, ég ætla að kjósa hann á Alþingi eða í forseta þetta eða hitt. Ekki að ég sé framboðið næsta, ég tel að mitt hlutverk sé að upplýsa gegnum þessa rás. En þið vitið hvað ég er að meina. Og ef við horfum aftur aðeins á þessa mynd, þá vill elitumafían og ráðendaöfl vill ekki að fólk fari upp í 3, 4 og 5 í píramídanum.
og sko við vitum það allir Íslendingar ættu ég myndi tella allir með segja ef ég var myndi stjórna Íslandi þá myndi ég gera kröfum það að allir Íslendingar fengju ársbirgðir af rafmagni fyrir afnót af orkuauðlindum landsins. Ekki það að þú hafi bara ótakmarka, það sé bara vel ríflega það sem að þú telur þurfa, eða það sem að meðal heimili þarf, eða meðal einstaklingu þarf í rafmagn per ár, einhver 10.000 kilowatt eða 1.000 kilowatt, ég nú ekki bara með töluna í hugunum. Það nú gaman að fá frá einhverjum rafmagnsverkfræðingi hvað svona eðlilegt og þá færðu bara hver áramót 1. janúar færðu bara þína ávísun rafmagn í landinu. Þú átt bara 1.000 kilowatt. Það bara greiðsla til þín fyrir afnót af landinu þínu, landi okkar Íslendinga. Og sama hef ég sagt með fiskimiðin. Bara í upphafi hvers ár, 1. janúar hvert einasta ár, þá færð þú bara þinn hluta af kvótanum. Og þarna sérðu bara með þessum 2 réttlætismálum, þú færð frítt þú færð rafmagninu lúna, þína leigu fyrir að leyfa alþjóðlegum stórfyrirtækjum að nýta auðlindir landsins, þá færð þú þinn leigutjekka inn í póstlúguna í upphafi árs og þú færð þitt kvótabréf í upphafi árs, getur síðan selt það eitthvað slíkt. Þannig eru strax farin að lyfta fólki aðeins upp úr fyrsta þrepinu. Og síðan náttúrulega algjört rugl eins og verið að stunda að það verið að flytja inn eitraðan mat hægri vinstri rándýrt frá útlöndum. Við búum hon í matakistu, náttúrulega hreinnin matakistu og ég held að stæðsta mesta lausnin á heilbrigðisvanda Íslendinga væri að við farum að nýta auðlindirnar í kringum okkur. Farum að borða hvalkjöt, farum að borða meira fisk. Fiskur kostar bara 2-3 kall kíló. Hvað skoða rugl það? Fiskur til Íslendinga á bara, já eins og ég segi, með þessu kvótabréfi átt að geta haft fisk ókeypis allt árið. Það eru bara sjálfsögð mannréttindi. Og og eins og með þennan hund, hjálplausa hund sem getur ekkert gert sko, að það sem mikilvægt að hlustið á það sem ég er að segja og áttið ykkur á stöðunni og hættið að tilbiðja þessa glæpaklíku, alveg bara bara hjálpið mér glæpaklíka. Þau eru búin að þessa glæpaklíka stelur öllu. Þeir vilja flytja inn eitraða mat og síðan selja þeir lyfin og læknismeðferðarnar við þessu. Ég segi meðferðar þegar þeir selja ekki lækningar, þeir selja meðferðir. Að þeir vilja ekki fólk heilsurhust og þið getið séð að það sem ég les 21 markmið frímúrara og markmið síónista og það sem þetta fólk virðist keyra eftir, það kemur niður í Rand Corporation og Fabian Society. Allt þetta lið vill fólk heilsu lítið, eignalausa aumingja sem að helst er á götunni og algjörlega undir hælnum á þessari mafíu. Og við hljótum að hafna því sem manneskjur viljum ekki búa í svona ástandi. Og þannig að ég kannski læt þetta duga í dag og ég geri annað vídeo þegar mér er orðið mikið mál. Ég ætlaði nú að gera vídeo í tengslu við hann í tengslu við John F. Kennedy aftökuna sem var 50 ára afmæli er á morgun og þið sjáu núna þeir eru að loka af öllu JFK svæðinu og þeir eru að tala að sem eins og þið muni í Kína tímana Square, heitir ekki það, að þeir það er bara eitthvað fínt bankafólk sem að má koma á Kennedy hátíðina og allt mjög annarlegt í kringum þennan minningadag og þið vitið að þar sem að Diana prinsessa var myrt
í göngunum, henni var haldið þar í 90 mínútur meðan hún gaf upp öndina, að þar er búið að reisa kyndil sem táknmynd, þið sjáuð að frelsisstyttan heldur á kyndli, Illuminati, kyndil, hinn upplýstu, og það er búið að reisa líka minnisvarða rétt hjá það sem að Kennedy var skotin. Kannski ég finni bara myndaði, ég veit það ekki, en það er sérst búið að reisa kyndil líka þar sem að Kennedy var skotin. Þannig að það er ekkert elitumafían er ekkert feimin við það, þeir eru bara að rósa sér að því að hafa drepið, þeir eru bara að setja kyndil sinn niður. Og eins og ég hef stundu sagt við ykkur áður, að ef þið farið í merkjafræðina eftir þessa skelfilegu glæpamafíu, þá sjáið þið það farið að sjá samhengið í hlutunum. Og sterkasta vopn okkar manneskjana við fólkið á planetunni, we the people, fangaumingarnir, við þurfum að standa saman, hjálpa hvort öðru, og við þurfum eiginlega að byrja svolítið upp á nýtt. Við þurfum að, eins og þessar hugsanir sem ég var að setja fram, eins og bara, ok, ég ætla að setja virkjun hérna, fínt, allir landsmenn fá þá 5% í orkubréf, ætla að leigja út auðlindir, fiskveiðauðlindir, já, flott, þá fá bara allir Íslendingar sitt kvótabréf á hverju ári. Og svo verðum við náttúrulega að fara að stoppa glæpastarfsemi eins og verðtrygginguna, og þannig búið að stoppa gengistrygginguna, en ég er á því að ganga lengra. Þeir dómarar sem hafa dæmt gengistryggð lán lögleg, þeir eiga að fara í fangelsi, og þá að taka af þeim, þá að sekta þá stórar sektir, sko, þá að sekta um 20 og 100 milljóna fyrir það tjón sem þeir hafa valdið almenningi á Íslandi. Það þótt að menn fari í eitthvað svona dómarahempu, það gerir þá ekki að neinum englum, sko. Dómarar landsins eru meðlimir í glæpasamtökum. Við þurfum ekki annað en að fara hérna inn á frímúrarar.is. Þá getið þið séð að þar er einfallega listi yfir þá sem að eru í stjórn þar, og það eru bara dómarar og fleira slíkt fólk. Ég finna nú ekki hérna í fljótu bragði. En og þessi opna regla, það er ekkert hægt að fara inn á félagatalið þeirra, það er lokað félagatal hjá þeim. Þannig að það er margt sem að við þurfum að fara að vakna til, og ég vil þakka ykkur fyrir stuðningin, þeir sem hafa stutt rásina mína, þakka ykkur kærlega fyrir, og vil hvetja ykkur til þess að styrkja mig meira. Það hjálpa mig mikið, bæði andlega og veranlega. Og svo vil ég þakka ykkur fyrir að hafa dreift rásinu minni, þeir sem hafa verið duglegir í því, það er ómetanlegt líka. Og bara þakka ykkur fyrir í dag, og við heyrumst fljótlega. Lífið heil.